komin til Skotlands og alltaf gaman að koma á flugvelli. Og það fyrsta sem maður gerir þegar maður búinn að tjekka sig og fara í alla röð þar, að þá þarf maður að fara á salernið. Og ég fór hérna og það svo lítil götin sem eru fyrir hérna hvort að maður veitir hvort það sé í rauninni laust á flugvelli eða ekki. Það myndast rosalega mikil röð og allir einhvern veginn að kíkja byrju. Þú veist, er laust, er ekki laust, er laust, ekki laust. Við þurfum að stækka þannig að það sé mjög sjónrænt. Rautt eða grænt er hérna klósturlaust. Annars sem við erum með, en þau erum með þetta sniðið og sett upp að byrja á þvörhendunar og svo hafa það sápu og hérna svo notar þetta hérna til þess að þurrka þær hendurnar líka. Sem er frábært koncept, þú veist að minnka sóun í staðinn fyrir að hafa þetta á veggnum, þá er þetta bæði minnkun á hreyfisóun og þú veist, þú ert með unit og allt þetta. Vandamálið er að þegar þú ert búin að þvo þér, þá er sápa og vatn þarna niðri. En hérna það frussast allt á þig ef það er eitthvað aðeins eftir, sem er ekki alveg nógu gott. Og síðan líka annað er að, eins og núna er ég búin að vera hérna, að teppa klósettið svolítinn tíma. Ég taka vídeo. Það er örugglega fólk hérna sem teppir svolítið lengi af því að það er að pissa og svo fer það og þvær sér og gerir allt og græðir. Í staðinn fyrir að það bara klósett og svo fer það beint út. Þannig að ég var til í að sjá rannsókn á bakvið hvort er betra að hafa bara klósett og hérna til þess að þvo sig frammi eða hafa þetta svona saman, hvort það er teppi meira. Ó, þetta er svo spennandi!